Hver eru svona fyrstu viðbrögð? Bara vont, sárt að tapa og ég finn til með stelpunum sem að lögðu allt í leikinn og skildu allt eftir á vellinum og áttu meira skilið heldur en ekkert í dag. Það er eiginlega, mér finnst allavega smá ótrúlegt að það hafi allavega ekki tekst stig. Já, það er bara, stundum er þetta þannig þegar þú ert í brekku að þá svona dettur þetta ekki alveg með þér og færin sem við fáum í dag eiga duga til að skora að minnsta okkur 2 mörk, þannig að mér hefði ekki fundist ósanngjarnt að skora 2 mörk og fá 3 stig en 1 kannski bara sanngjarnt því að Þróttur var svona eins, já þær voru Þetta voru 2 hálfleikar sem voru ekki mjög líkir, þannig að því er ekkert að tala eitthvað hver var betri í leiknum. Það skiptir ekki máli. Þær skoruðu þetta mark sitt úr þessu horni á 4 mínútum og það er að ráða úrslit fyrir mér í dag og það er alveg gríðarlega þungt högg í magann fyrir okkur og ég finn til með mínu liði. Hvað klikkar í þessu horni? Við bara ráðumst ekki á boltann og það gerir þetta bara vel, klessa niður nær dekningur á nærsvæðinu eða völdurinn á nærsvæðinu og markmanninn og ég held að sé bara eitthvað helvítis kærulaus og hik og sem er náttúrulega gjörsamlega óþolandi. Við erum að verja markið okkur betur. Við höfum gert það frábærlega í sumar í föstu leikatriðum og þess vegna var þetta úr karakter og ég er mjög svekktur með það og við erum það. Þetta stelpurnar eru það náttúrulega manna mest. En bara við fengum betri færi þetta, ég get alveg sagt það. Ég held ég hafi aldrei séð Kimi skalla framhjá eða yfir úr jafngóðu skallafæri svo eftir frábært tótt Karlinn hérna í seinni hálfleiknum en svona er þetta bara, bolti vildi ekki inn í dag og við verðum bara að sleikja sárunum helgina og þétta okkur svo saman og hugsa svona næsta verkefni til það. Af hverju var þetta svona miklu betra í seinni hálfleik? Leikurinn var bara öðruvísi, við bara stigum upp, það sá allir hvað vorum að gera í fyrri hálfleik og við ákvaðum þó að markið komið 4 mínútur að bregða ekki út af planinu. Við ætlum að verja markið okkar allavega í 45 mínútur og mér finnst ég gera það vel. Það er held ég 2 skot á markið. Ég tel það marka ekki sem skottilraun en það var bara svona einhverjum hálffærum og varla það. Fyrri hálfleikur spilaðist varnarlega mjög vel eins og við vildum en fengum því miður þetta marka okkur. Í seinni hálfleik stígum við bara upp og það er meira okkar leikur heldur en þess að við gerum í fyrri og Þróttur, það er bara oft þannig að lið verða kærulaus þegar þú ert einum fleiri og heldur þetta að vera eitthvað auðvelt eða eitthvað og stundum eins og menn búist við því að birtist einhver auka maður í appelsínugulu vesti eða eitthvað en það gerist ekki því að bara þessi stelpurnar mínar hlupu í dag sem ég segi, ég fer bara með tár og kvarmi og koddan því að ég finn svo til með þeim að hafa lagt allt þetta í þetta og ekki fengið neitt. Hvað gerist þá í lok fyrri hálfleiks? Inn í vítateg Þróttar og kjölfarið? Þróttar og kjölfarið. Við teljum að markmaðurinn hafi svona kannski húkkað aðeins í fótinn á Elli þegar hún renni sér svona og svo bara kannski sáum við þetta ekki nógu vel og hún hafi bara runnið en markmaðurinn er svona óheppilega staðsettur varðandi þetta og hann hálf sek á svipinn en ég ætla hann svo sem ekkert verið að gera þeim upp eitthvað en svo er það bara þannig, það er erfið staða sem að þeir sem að dæma eru í að vera hér á Akureyri og passa sig að vera ekki að dæma með heimaliðinu og þeir eru greinilega mjög hræddir við það umtal þannig að það var svona einhver leiksýning hjá þeim hérna í hálfleik sem að endaði með einhverjum spjöldum og einhverju svona stolti og já, það var óþarfa leiksýning sem að var fyrir fjöldan, menn það voru læti hérna undir lok fyrri hálfleiks í bóganum og ég held að okkar menn á flautinu og með flöggin hafi veðrast upp. Þannig að frá þér sé að þú heldur að Svenni sé að passa sig að vera ekki fá hann stimpil að sé heimadómgæsla á Akureyri? Ég held ekkert það, en þetta er staðan sem hann er í og ég ætla ekkert að gera honum upp eitt eða neitt, hann getur ekkert svara fyrir sig, hann gerði það og þeir hérna í hálfleiknum. Fannst ég vera full hvass, mér fannst það ekki, þeir henda á mig gulu spjaldi, þeir henda seinna spjaldinu á Sonju fyrir það að segja að okkur finnst þeir hafa verið lélegir í þessu augnabliki. Það var, já, mögulega skulum við segja bara inn í þetta stóra afdrifaríka augnablik þá hafi blandast svona kannski pínlítið agaleysi svona hjá okkur og sem að kannski fauk aðeins í hita leiksins eins og hjá henni Sonju sem að var að berjast fyrir liðið sitt og þau eru uppi staðið skilana en þarna hefði yfirvegaður dómari leiksins lesið aðstæður og ég hef gert þetta öðruvísi alveg eins og hann hefði gert fullt af hlutum sem ég er að gera allt öðruvísi. Ég veit ekki hvort þú veist nákvæmlega hvað hann sagði en
Getur ímyndar að það hafi verið rétt spjald? Já, ég get alveg ímyndað með það því að þarna er bara hiti en þá er það líka þannig, hann vildi meina að hún hefði verið að móðga sig með að segja hann hefði verið lélegur og hérna ef ég get ekki við spjöld þá náttúrulega væri ég alltaf að gefa spjöld ef ég þyrfti að gera eitthvað skipt sem einhver tala um hvað ég er lélegur þjálfari en þetta var lélegt svona í mómentinu fannst leikmanninum og okkur og hérna það hefði verið hægt að kæla það bara með að segja mér að ganga til Búningsherbergja og hérna en þeir ákvaða að kveikja í ástandinu með að byrja með sýningu og hérna og ég held að það hjálpi aldrei og ég hefði ekki gott hjá mér að vera að fá gult spjald en ég var ekki dónalegur og ekki neitt en þeir vildu meina það að hegðun mín var ekki cool það var niðurstaðan og ég fekk gult fyrir það að vera að reyna að ræða við á hvort þetta hefði verið mögulegt víti eða ekki víti það er svona stundu verðismennu þeir gerðu það þarna því miður bara allir góðir í sínu starfi en þetta var óþarfi þarna þarf að lesa leikinn þeir læra það vonandi. Hefur áhyggjur af stöðu Þór K? Ég hef alltaf áhyggjur af því alveg saman hvar við erum í deildinni. Ef við erum í 3. eða 4. sæti þá hef ég áhyggjur af því hverju við erum ekki að berast 1. eða 2. Við vitum alveg hvað stöðum við erum núna og hérna ég held að menn hafi séð á leikmönnunum mínum í dag að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að fara á versta veg ef að leikmenn ætla að gefa svona í leikina en auðvitað við tap allt á mörgum stigum. Við gerum okkur fulla grein fyrir því og ég er ábyrgur fyrir því og tek algjörlega fulla ábyrgð á þessari stöðu en það ég treysti mínu leikmönnum. Takk fyrir því.